Fræg sjónvarpskvikmynd var gerð eftir Brekkukotsannál Halldórs Laxness árið 1973 og frumsýnd hér í sjónvarpinu. Fyrirmyndin að Brekkukoti var Melkot sem stóð einmitt hér þar sem að ráðherrabústaðurinn stendur í dag. Í Melkoti bjuggu hjónin Guðrún Klængsdóttir og Magnús Einarsson. Guðrún var ömmusystir Halldórs Laxness og ólu þau hjónin upp Sigríði móður skáldsins. Guðjón, faðir Halldórs, var vinnumaður í Melkoti og þar kynntust hann og móðir hans. Skáldið fylgdist vel með gerð myndarinnar og hér er hann að skoða leikmyndin að Brekkukoti ásamt Rolf Hedrich, þýskum leikstjóra myndarinnar. En núna sá ég bæinn, Brekkukot, að innan og mér þótti mjög gaman að sjá þar aftur gamla hluti sem einhvern veginn hefur verið safnað saman úr líkum bæ sem ég þekkti þegar ég var drengur og mér fannst að ég væri komin aftur inn í þetta gamla hús. Ég hef bestu vonir að það heldur svona áfram að þetta muni verða mjög vönduð filma. Ég man það alltaf að fyrsta sem ég gerði var að fara og kaupa 40 rauðmaga. Því að ég fekk að vita af því, ég held að það verið í mars, að það ætti að kvikmynda eftir sumarið. Og þá fór ég beint vestur á Ægisíðu, keypti 40 rauðmaga, setti þá í frystihús að því ég vissi að það þurfti að leika grásleppu í þessari mynd. Þessi var alltaf með í bílnum sko, hvar sem farið var og strika vel undir. Það sem er lýsing á senum og stöðum, eins og hann segir til dæmis hérna í hjallinum sem var hálfur veiðarfærageymsla, hékk síðan grásleppa, steinbítur og heilafiski og ísa. Og við þurftum náttúrulega að fara eftir öllu þessu og hafa allt tiltakt sem nefnt var í bókinni. Hvað heitir þú nú, ungi maður? Álfgrímur. Álfgrímur. Margir frægir íslenskir leikarar léku í Brekkukotsannál og eitt aðalhlutverkið lék 16 ára Reykjavíkurmær Sigrún Hjálmtýsdóttir sem síðar átt eftir að verða ein frægasta söngkona landsins. Ég trúi ekki fyrir ég tek á sért vondum maður, Álfgrímur. Svo þetta eru taugarnar sem þú hefur til mín. Svona maður varstu þá. Klepi mig þar sem þú finnur mig skælandi nótt. Tegi mig frá manninu sem ég elska svo hann fyrir burt og kemur aldrei aftur. Og gerir maður verstu drasl í bænum. Þetta var auðvitað þannig að Þjóðverjarnir reiknuðu með að það væri að ganga að þessu öllu vísu hér, gamlum bæjum og löngustétt og þessu öllu saman. En það er auðvitað ekki þannig, nútíminn búinn að setja mark sitt á allt. Þannig að fyrsta lagi var að finna stað fyrir bæinn og bærinn Melkot hafði staðið hér við tjörnina í Reykjavík með svona Snæfellsnesið í baksýn og við fórum og leituðum og fundum litla tjörn suður í Garði á Reykjanesi þar sem við byggðum hann í maí í frábæru veðri. Síðan þurftum að finna stað fyrir löngustétt, það er að segja Austurstræti, stóra götumynd og fundum hana upp í Gufunesi þar sem við reistum heila götu. Og svo var það að finna stað til þess að kvikmynda innisenur og það var gert í Skeifunni þar sem að, ég held að sé núna einhvern bakari eða eitthvað svoleiðis þar sem við reistum allar innisenurnar. Skildi einhvern tímann vanta smápeninga þá skrifaði mig til því ég fer að verða í vandræðum að losna við mánaðarkaupið mitt og nú árna ég þér fararheilla. Takk fyrir.